Húsavík stærsti byggðakjarni á Norðausturlandi, þar sem helstu atvinnuvegir eru sjávarútvegur, landbúnaður og þjónusta. Einn af fyrstu landnemum Íslands, Garðar Svavarsson, nam hér land fyrir 1100 árum og byggði sér hús í víkinni og af því talið nafnið Húsavík sé dregið. Frá 12. öld hefur Húsavík verið kirkjustaður en eitt helsta kennileiti bæjarins í dag Húsavíkurkirkja, sem reist var snemma á síðustu öld. Samspil íbúanna við hafið áþreifanlegt. Hér hafa menn stunda sjómennsku í aldarhaðir enda hafsvæðið gjöfult af fiski. Inn í Skjálfandaflóa sækja hvalir í ætisleiti ríku mæli. Hvalaskoðun frá Húsavík hefur verið stór hluti af ferðaþjónustu staðarins, enda bærinn oft kallaður höfuðstaður hvalaskoðunar í Evrópu. Hér hægt að skoða ýmsa stórhveli eins og hnúfubak, hrefnu og jafnvel steypireyð. Hvalasafnið á Húsavík, sem staðsett á hafnarsvæðinu, gefur gestum töfrandi innsýn í lífríki hvala, sem jafnframt eykur fræðslugildi hvalaskoðunarferða á svæðinu. Húsavík býður upp á fjölda annarra safna og afþreyingar. Þar má nefna hið einstaka reðursafn, þar sem saman hefur verið safnað reðum af allri spendýrafánu Íslands. Byggðasafnið hefur að geyma fjölda safna þar sem fræðast má samfélagið á fornu og nýju. Innan safnsins einn best varðveitti torfbær landsins, Grenjaðarstaður í Aðaldal, sem gefur glögga mynd af sérstæðri byggingalist og lifnaðarháttum fyrri tíma á Íslandi. Mikinn jarðhita að finna í nágrenni bæjarins, sem meðal annars nýttur til húshitunar og framleiðslu á grænmeti í gróðurhúsum. Sundlaugin á Húsavík nýtir jarðhitavatnið einnig og býður upp á skemmtilega upplifun fyrir alla fjölskylduna. Lengri eða skemmri hestaferðir í landsvæðið eru boði yfir sumarmánuðina, ásamt stangveiði í ám og vötnum, en ein þekktasta laxveiði á landsins rennur í nágrenni Húsavíkur. Húsavík og nærliggjandi svæði bjóða upp á fjölda gistimöguleika ásamt veitingahúsum með fersku hráefni af svæðinu. Húsavík liggur í alfaraleið við einar mestu náttúruperlur Íslands. Klukkutíma akstursleið að Ásbyrgi við nyrsta hluta Vatnajökulsþjóðgarðs, sem telst stærsta þjóðgarðar Evrópu. Ásbyrgi hóflaga hamrabelti sem hefur að geyma einstaka gróðurvin með fjölda ólíkra plantna. Lengri eða skemmri gönguleiðir liggja inn með þjóðgarðinum, þar sem gefur meðal annars að líta hrikaleg gljúfur og hraunmyndanir
sem mótast hafa af samspili jökulvatns og eldvirkni. Jökulsá á Fjöllum rennur niður með þjóðgarðinum og á upptök sín í Vatnajökli og rennur 200 km leið til sjávar. Við upphaf Gljúfranna er stærsti foss Evrópu, Dettifoss. Allar nánari upplýsingar ásamt sýningu náttúrufar og sögusvæðisins má finna í upplýsingamiðstöð þjóðgarðsins í Gljúfrastofu. Kópasker er lítið sjávarþorp við Öxarfjörð, þar sem stunduð er þjónusta við landbúnað og útgerð ásamt þjónustu við ferðamenn. Kjötvinnslan í þorpinu er landsfræg, enda óvíða betra kjörlendi fyrir sauðfjárrækt en á þessu landsvæði. Við þorpið má gjarnan sjá seli spóka sig í fjörunni, enda dregur staður nafn sitt af þeim. Skjálftasetrið gefur áhugaverða mynd af jarðfræði svæðisins ásamt jarðhræringum frá 1975, en þá hófst eldgoshrina í Mývatnssveit sem stóð yfir í 9 ár. Rétt utan við þorpið er byggðasafn Norður-Þingeyinga. Þar eru meðal annars hannyrðir og aðrir áhugaverðir listmunir frá svæðinu til sýnis. Norðan við þjóðgarðinn liggja einar nyrstu byggðir Íslands. Landslagið er flatlent með víðáttumikilli strandlengju ásamt votlendi inn til landsins, ám og vötnum ásamt ríku fuglalífi. Nyrsta kauptún Íslands er sjávarútvegsbærinn Raufarhöfn og liggur aðeins 3 kílómetra frá heimskautbaug. Útgerð hefur ávallt verið undirstöðu atvinnuvegur staðarins, enda skipar höfnin stórt hlutverk í daglegu lífi bæjarbúa. Í bænum má finna alla helstu þjónustu við ferðalanga. Hér gefst tækifæri til að njóta gönguferða, siglinga ásamt sundlaugar staðarins og eða samnýtis við bæjarbúa á þessum kyrrðarstað við Ystahaf.